það sem að kannski skiptir mestu máli í forseta hvaða mann þú hefur að geyma. Nú eru þú veist, PR fulltrúar og auglýsingastofan að telja ykkur trúum að þessi menntun sé, þú veist, eitthvað sem að blífar betur en eitthvað annað. Guðni til dæmis ekki vinsæll forseti út af því að hann svo góður í sagnfræði, hann vinsæll vegna þess að hann bara svo góð manneskja. Þú veist, og það það sem hefur unnið á með hann, að allir sem þekkja og hafa hitt Guðna, maðurinn náttúrulega bara gulla manni. Ég held að það eru hlutin sem skipta kannski mestu máli og ég bara sá fyrir mig, ég get algjörlega komið þarna inn og ég get sinnt þessum störfum sem eru krafist af mér og ég get líka verið rödd fyrir þá sem að kannski hafa ekki rödd vegna þess að eins og fyrir fatlað og þá sem að kannski undir högg að sækja vegna þess að ég bara þekki þá eigin skinni hvernig að vera þar. Þú veist, flestir sem fari í pólitík, þeir skreita sig með þessu þegar þeir fari í kostingar. Já, standa vörðum minni, þú veist, þá sem að minna mega sín og eitthvað svona. Þú veist, það eru alls konar áskonar að vera fatlaðar en sumir eru í verri stöðu en aðrir. Og þetta fólk, jafnvel ungt fólk, sett inn á hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Og það ekki eins og sama hjúkrunarheimilinu, þannig að það geti allavega, þú veist, verið eitthvað að tjata yfir daginn og það bara geymt þarna, jáfnvel árum og áratugum saman og það, þú veist, Sjálfsbjargarhúsi til dæmis. Ég man þegar ég var ungur og mamma var að vinna hjá Sjálfsbjörgu, þar gátu fatlaði búið saman og það var sundlaug og var svona ykkur þjónustu og eitthvað. Nú þetta bara einhverjar skrifstofur og sjúkra og iðjuþjálfar og það býr enginn þar lengur. Þú veist, ég skil ekki af hverju í samfélagi sem að, þú veist, það eins mikið að uppgangi og hér. Að við þurfum að láta örfá einstaklinga sem að sko hafa mist svo mikið. Sko, þú veist, fólk getur ekki gert sér það í hugalund. Þú veist, allt það sem þú tekur sjálfsagt, það bara, þú veist, þú þarfst að panta þér tíma í sturtu og þú fær kannski að fara í sturtu einu sinni í viku og ofan á það að samfélagið situr þið bara til hliðar og gleymi þér. Algjört úrræðaleysi. Já, og þetta, þú veist, því þetta ekki fólk sem þú veist, ég veit ekki, þetta kannski fólk sem í sömum tilfellum hefur ekki gott bakland, þannig það ekki drosa mikið atkvæðum þarna og mælikvarðin kannski á hversu góð manneskja þú ert, það hvernig kemur þú fram við þann sem getur ekkert gert fyrir þig. Og við, þú veist, horfum núna á þá sem að hafa verið haldið utan stjórntaumann fram á þessu, hvernig stendur á þessu? Hvernig þú veist, við eigum ekki, þú veist, það alveg nóg til hérna, ég meina, sjálfur, þú veist, ef ég hefði ekki lent í þessu slysi, þú veist, ég náttúrulega iðnaðarmaður. Ég ætti örugglega einbýlishús í Kópavogi og landkrúsir og snjósleða. Þú veist, það engin meiri talsmaður fyrir, þú veist, að það sé góð atvinnu og starfsemi í landinu og nóg að gera og menn hafi tækifæri til þess að byggja sig upp og vinna sig upp en við þurfum ekki, þú veist, við þurfum að líta á landið okkar, við erum bara eins og fjölskylda sko. Og og við, þú veist, þú vilt ekki að það sé eitt barn í fjölskyldunni sem einhvern veginn vanrækt á kostnað hinra, þú veist, þetta þarf ekki að vera svona